Ístak stofnað utan innviðaframkvæmdir. Fyrsta verkefni sem Ístak verður til úr það í raun Búrfellsvirkjun 1970. Út frá því Ístak stofnað. Stofnað til að taka að sér uppbyggingu innviða. Og það mikil uppbyggingastarfsemi líka bara fyrirhuguð á landinu á þessum tíma. Mikil þörf fyrir svona fyrirtæki og síðan 1970 hefur fyrirtæki verið svo lánsamt að fá að vinna í bara allflestum stórframkvæmdum á Íslandi og eins hefur það fókusera á verkefni erlendis. Við höfum verið á Grænlandi og hefur verið í Noregi. Mannskapur sem hefur verið með okkur, margir hverjir búin að vera með okkur í nær því öll þessi ár. Þetta náttúrulega gríðarleg reynsla og flott fyrir fyrirtæki og bara, maður segja, bara bransan í heild sinni að svona reynsla fyrirfinnist á einhvern stað. Margir hafa kannski líka farið og farið eitthvað annað en þau gera góða hluti þar líka. Þannig að allt þetta Ístaksfólk og það gott að eiga Ístaksfólk líka annars heldur bara innan fyrirtækisins. Við finnum bara velvild í garð fyrirtækisins og víða í samfélaginu. Sagan Ístaks náttúrulega ekki bara þetta upphaf, síðan búið að vera fullt af flottum verkefnum. Nýverið þá erum við búin að ljúka við gerð Hús íslenskra fræða, nú kallað Eddan, og við erum afskaplega stolt af þeirri framkvæmd sem var bara til fyrirmyndar hjá okkur. Bæði hvað var öryggi, gæði og bara framkvæmdina sjálfa. Þetta var svolítið sérstakt, þetta verkefni, allir tóku eftir þessu hvar það var staðsett, það var bara hóla í jörðu og kallað Hóla íslenskra fræða. Og þetta verkefni stóð þar töluvert lengi og yngri hreyfingu. Hús íslenskra fræða verk fyrir Árnastofnun og Íslensku deild Háskóla Íslands. Hún átti að fara að byrja 2008 haustið og það var búið að taka ákvörðun og setja allt í gang nánast á sama degi og hrunið varð. Ja, þetta var stór og krefjandi verkefni, held ég. Og það gaman líka að segja frá því að ég og verkstjóri komum í hólu frá annarri hólu þar sem við vorum að steypa upp Hotel Marriott Edition við Hörpu. Það var líka hóla sem stóði ég man ekki hvað mörg ár. Fórum bara bein frá einni hólu í allra. Helstu áskoranir við byggingu Hús íslenskra fræða og svo viðbótarverkefnis sem við fengum að vinna fyrir FSRE, þá myndi ég segja að það væri náttúrulega, þetta mjög tæknilega flókið og það eru miklar kröfur gerðar til öryggis og gæða og íslensku miðaldahandritin eða hluti þeirra á heimsminjaskrá UNESCO og það eiginlega ekki þetta að bæta þetta með fjármunum. Cirka bát viku eftir að ég byrjaði á verkinu þá kom svolítið upp á það var sett að samkomutakmarkanir. Þetta í fyrsta sinn í lýðveldissögunni sem slík ráðstöfun lögð til. Markmiðið hér eftir sem hingað til að hemja útbreiðslu veirunnar. En sem betur fer kom ekki upp svona stór hófsmið sem stóði framkvæmdina. Við náðum að halda framkvæmdina í gangi allan tíman. Þetta óvenjuleg bygging. Til dæmis útveggin boga eða svona sporuskila útlínan og það mjög krefjandi því það þarf að nota sérstök steypumót. Fyrsta áskorun var að finna mót og hvernig við steypum svona bóaveggir og reynum að finna bestu lausnir svo við getum notað bara áfram og sjálfsögðu ellipsa ekki ringur þá þurfum við bara að breyta og stilla og gera að krefist mikla nákvæmni í mótasmiðju uppsteypu. Meira á því þá sjósteypuveggir það þarf aðeins meira vinnu í því bara bassar á steypu glöt og fínt og næs og verkkaupi verður ánægður með okkar
Hjartað í húsinu auðvitað handritageymslan og það bara mjög mikilvægt að hita og rakastig sé í lagi allt í kringum handritin því að þau eru, ég er ekki að segja lifandi bækur en þetta skrifað á skinn og það þarf að vera með réttar umhverfisaðstæður svo þau haldist heil sem lengst. Fyrsta skipti sem ég var að vinna í eitthvað verkefni sem var bara leyndarmál, sko. Staðsetning á hvelfingu, hvar hurð og hvernig og svoleiðis. Það kannski ekki fyndið en þetta var svolítið spes. BIM eða Building Information Modeling eða upplýsingalíkön mannvirkjarins, þjált og það þá erum við í rauninni að vinna með þrívídda hluti í tölvu, við teiknum allt í þrívídd og svo erum við að hengja á það upplýsingar. Það svona það sem við gerum í BIM-deildinni. Ávinningurinn getur eiginlega bara komið út í hverju sem Það eiginlega alveg sama hvort það hönnun eða framkvæmd, hvort það fyrir gröf eða hvað. Við getum bara, þetta í raun snýst eiginlega bara að gera upplýsingar stafrænar. Þannig að það að gera BIM líkan af ykkur, þá ég að gera það sem ég ætla að byggja, þá ég búið það til inn í tölvunni og þá get ég fara að nota það til þess að gera eitthvað annað. Eins og til dæmis ef ég með módel af húsi, þá get ég magntekið hvað margir fermetrar af veggjum eða rúmmetrar af steypu eða hvað það nú Meiri segja get ég notað þessi líkön til þess að spá fyrir einhverja hegðun eða einhverjar aðstæður. Þannig að ég gæti til dæmis nota módelið til þess að segja mér hvað mikil dagsbirta í þessu hérna rými 21. júlí klukkan 8. BIM, þessi information og modeling, bara gríðarlega mikilvægt sko, til að plana, magntaka, hversu mikið á fermetra á mót, hversu mikið steypu, hversu mikið á gólfefni, hversu mikið á veggklæningaefni og þetta. Þegar módelið tilbúið og gert rétt, þá þú með nákvæmlega upplýsingar allt sem átti að fara í þessa byggingu. Við horfum þá tekníkar, það ennþá nauðsynlegar, en við erum farin að geta nota gögnin svo miklu meira þegar við erum farin að fá þessa þriðju vídd inn og meiri segja talað fjórðu víddina og fimmtu víddina sem þá tími og peningur. Og þetta getum við allt svona tvinna saman í þessi líkön. Það eiginlega ekki hægt að tala neitt nema að tala gervigreind. En gervigreind komin inn í fullt af hugbúnað sem við notum. Og fyrir svona deild eins og mína deild að geta bara spurt út í ykkur kóða, fengir eiginlega verið með svona diet version af forritara bara alltaf on the side. Það náttúrulega eitthvað sem bara mjög mikils að vita því. Hótel Saga, gamla bændahöllin, sem var tekin algjörlega í gegn. Við bjóðum þar fyrst í niðurrif og utanhúsfrágang og svo þetta svona smátt og smátt bara verður þetta þannig að Ístak vinnur flest öll verkin hérna inni í samvinnu við undirverktaka sína. Það var náttúrulega alla tíð vita hvað þetta gera við húsið en samhliða þessu hönnun í gangi. Þannig að þetta verkefni var unnið bara mjög þétt saman með verkkaupunum. Viðhaldið á þessu húsi var svona misjafnt. Sem frárenslagnir, rafmagnarhluta, pípulagnir. Þetta var orðið mjög gamalt blúið. Og þannig að hvort sem hefði orðið verið hann hótel eða hvað sem hefði þurft að gera þá hefði þurft að taka þetta í gegn. Hótel Sögu, við breytum allt. Við brotnum allt veggur inn í húsinu frá 7. til ég held að 4. hæð, pínulítið á 3. og 2. hæð og sama í kjallara. Saga margar metra og bora ég veit ekki hvað margar gatinn. Þetta mjög tungt telja þessu. Í þessu tímabili frá steypu og allt rustum hvað við draga út frá húsinu. Ég held að við kann byggja rosalega stór fjall. Menn voru dálítið að stoppa eftir hverju hæð hvort það var hægt að nýta lagnir eða eitthvað en það enda alltaf þannig að það var rifið bara úr.
að því leið og ferð að breyta sko notkunni, sérstaklega fyrir háskólann. Þú ert að gera kennslustofur, skrifstofur. Það passar ekki við hótelherbyggi sem öðru sér lýsingu og uppbyggingu, þannig að enda með það var hreinsað út alveg 4 hæðum. Þessi stress hvað er með þessi verkefni, hann gefa mér ekstra augu. Stundum fólk eigum vandamál með þessu og fyrir mig þetta er einhver svona booster. Mjög oft best plan kemur í nótt. Ég bakka til heim, hugsa mikið á þessu hvað við gerum með þessu vandamál. Stundum ég bara leia og ég tilbúinn plan og eftir nótt, já, við gerum þessu svona. Það kom til okkur verkamaður sem var á liftanum hjá okkur. Kom með það var með þessi silfurskjöldur sem var áletraður sko, hér er hornsteinn. Og hann fann þennan skjöld sko út í ruslinu sem var eiginlega fyrir utan hús. Sem betur fer koma með þetta til okkar og þá föttum við hvað það og svo fórum við að grafa upp gamlar myndir og þá sáum við að þetta hefði verið skjöldurinn fyrir hornsteini sem var lagður kringum 1960 við hliðina á aðallyftunni. Og hann var raun og veru tekinn gamli hólkurinn og endurnýttur, þannig að hann er kominn aftur á sinn stað með nýjum upplýsingum. Þannig að það var ágætt, hann fannst. Við erum að sjá núna bændahöllina að taka bara nýtt hlutverk. Hún er að breytast úr bændahöll í stúdentahöll og háskólahöll. BREM er breskt umhverfisvottunarkerfi sem á að stuðla að umhverfisvænni hönnun, rekstri og framkvæmd og meta sjálfbærni bygginga. Nú til dags eru allir farnir að hugsa umhverfisvænt og þetta er svona eitt af nokkrum kerfum eða vottunum sem er í boði. Utanahaldið er töluvert í BREM. Það snýr að stjórnun verksins varðandi efnisnotkun, varðandi vottun á orkunýtingu og þess háttar. Stærsti ávinningurinn hlýtur að vera betra og bætt umhverfi, minna kolefnisspor. Það er talað að líftíminn verði lengri, byggingi verði verðmætari. Það er svona, þetta sé að vera stærsti ávinningurinn út frá þessu. Stórar áskorun þarna var til dæmis að fá starfsmenn með okkur í lið, kynna þeim hvað þetta þýðir og af hverju. Það getur verið erfitt að fara að læra eitthvað nýtt og venja sig við nýja siði og venjur sko. Þannig að það tók tíma að sannfæra bara starfsmenn á svæðinu að fylgja þessum kröfum og reglum. Þetta er nýji tíminn. Það sem einkennir Ístak er það fólk sem er hér hverju sinni. Ístak er best í því að vera þessi alhliða verktaki sem við erum, stýra stórum verkum farsællega fyrir verkkaupa. Þannig myndi ég lýsa að Ístak væri, en við erum ekki einungis í stórum verkum, við erum einnig í minni verkum og þar komum við líka sterkir. En heilt yfir held ég að standa upp úr hvað fólkið okkar bara er virkilega tilbúið til að taka sér verkefni fyrir fyrirtæki og sinni því vel. Ístak er í mínum augum, að vinna núna hérna í 11 ára, þetta er eitt fjölbreyttasti vinnustæði sem ég held að fáir í þessum bransa. Og Ístak hefur mikinn metnað í að skaffa starfsfólkinu sínu umhverfi og áskorunir sem eru við hæfi. Ég byrjaði hjá Ístak sko 2005 fyrst, þannig að það eru 20 ár
febrúar síðastliðinn síðan ég byrjaði. Ég væri ekkert að vinna hérna ef ég væri ekki ánægður. Ístak er mjög fjölbreyttur vinnustaður, náttúrulega fer eftir í hvaða stöð þú ert og í hvaða framkvæmd þú ert. En ég myndi segja að vinnustaðurinn sé fullur af reynslumiklu fólki sem er rosalega bara vandvirkt og metnaðarfullt. Ístak er bara geggjaður vinnustaður. Ég er náttúrulega búinn að vera hérna töluvert lengi en mér finnst alveg bara frábært að vera hérna. Hér hefur maður allt til alls. Ístak er mjög fjölbreyttur og krefjandi vinnustaður. Það er alltaf nóg að gera. Það er alveg sama hvað með mörg verkefni, það er alltaf nóg að gera. Þetta er náttúrulega vinnustaður þar sem þú ert ekkert að takast á við það sama alla daga og þú ert alltaf að fá eitthvað nýtt inn á þitt borð og það er ótrúlega mikið lán að fá að vinna í slíku umhverfi. Ístak er góður vinnustaður, sko. Þetta er svona góður og sterkur hópur á fagmönnum sem eru að vinna saman hér. Frá fyrsta degi hefur maður alltaf haft gífurlegt traust frá yfirmanni og þetta er samhelti fyrirtæki, það er langur starfsaldur og það er rosalega þétt stoðþjónusta fyrir okkur sem er út af verkunum og bara umfram allt skemmtilegt starf. Hér er fjöldinn allur af ólíku fólki með mismunandi bakgrunn. Í rauninni er þetta bara risastór fjölskylda sem getur leitað til hvenær sem er og hvert sem er. Það er saman hvort sett forstjórinn, þú ert á gröfinni, þú ert á skrifstofunni. Já, þetta er frábær vinnustaður. Ég vil segja við alla Ístak-starfsmenn, bæði þá sem eru hjá okkur nú og þá sem hafa verið hjá okkur, að fyrirtækið hefur byggst upp á þessum kröftum og þessum starfsvilja og getu þeirra starfsmanna sem hafa verið þetta. Og við eigum svo mikið eftir og við höfum gert svo margt. Þannig að við erum 55 ára þessa stundina og ætlum að halda upp á það með pomp og prakt og njóta. En við ætlum líka að horfa bara björtum augu til framtíðarinnar því það er svo mikið framundan sem við getum tekið á okkur. Og þessi hópur, þessi sterka liðsheild sem er í fyrirtækinu, hún á eftir að gera svo margt saman. Ekki bara í nánu framtíð, heldur bara í komandi framtíð. Hlakka til að vinna með okkur áfram sem fyrr.